Sportþátturinn mánudagskvöld með Gesti Einarsinni frá Hæli. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og líkt að tala um áðan, þá ætlum við að fara aðeins í smáþjóðleikana núna og línun komin hann Örvar Ólafsson sem var einn af hjá Íþróttasambandi Íslands sem var einn af þeim sem fylgdi keppendum okkar eftir heill og sæll félagi. Sælur þú? Herðu, þetta gekk ekki svona snigaklaust fyrir sig á leiðinu úti þannig okkur til San Marino? Nei, sko, að stærstu leiði gekk þetta mjög vel en einn af þessar keppendur í körfu og sundi fór í gegnum London og lenti í hremmingum á leiðinu út. Já. Það var ótt að segja þetta í miður, lenti í þessum vandræðum út af British Airways og fóru í rútu og ferju og afturrútu og lendi í ýmsu en komu svo að lokum til okkar. Þannig að þeir hafa náð setningarhátíðinni? Nei, reyndar ekki, en þau komu bara aðfaran á þriðjudags og hún var á mánudagskvöldi setningarhátíðinni. Já, þetta var, hvað var þetta langt ferðalag hjá þeim á leiðin út? Þetta tók nú ansi marga klukkutíma frá því við lögum á stað. Það náttúrulega gekk allt vel út en þetta var einhverjur, ég man ekki, kringum 50 klukkutímar sem þetta tók og náttúrulega óþægilega staðar sem við voru í því að þeir náttúrulega þurfti að breyta margótt plönum á leiðinni og endaði á því að þau flugu frá Brussel til Milano og rútu þaðan til San Marino. Já, en hvernig svona, þegar þið hjá ISI, þið eru á fullu það ekki alltaf þá að, bara í símanum allan daginn að redda svona hlutum? Jú, reynda við vorum nú svo lánsöm í þessu að við náttúrulega kaupum miðan í gegnum Víta sem er ferðaskrifstofa og þau sáu að bóka þau flug og það transport sem þurfti til að koma þeim á leiðarenda þannig að þau báru hitan og þungan af því að koma þess að það hægara sagt en gert að þetta var 45 mann sem þurfti þá að kaupa flug með fyrir útvegar rútur og miði í ferju og allt það og þau sáu það, en þetta voru við upplýst og fylgdust með stöðinni og reyndum að létta undir eins og við mögulega gátum. Nákvæmlega. En, aðeins að, keppnina sjálfum í San Marino, hvernig voru aðstæður þarna og stemningin? Sko, þetta voru reyndar, allir smáþjóðleikar eru ólíkir, en það vildi þannig til að íslenski hópur, hann dreifiðist á 6 hótel, þannig að þetta var svona öðruvísi stemning heldur en stundum hefur verið að það var 1 til 2 íþróttagreinir á hverju hóteli og þannig að það var ekki, þannig að fólk var mjög dreift svæðið sem bjuggu allir í gamla bænum í San Marino sem er upp í fjalli sem var náttúrulega frábært að upplifa að búa þar en var öðruvísi að því að það var eiginlega hver hópur dálítið út af fyrir sig sko. Já. En keppnisaðstæður voru fínar og mannvirkinu bara alveg ágætt. Það var helst lentum aðeins í vandræðum að það var nokkur greinarna sem voru svona dálítið út úr og transporti getur verið erfitt þegar það þarf að koma öllum í mat og æfinga fram og tilbaka og það svona var þurfti að hjálpa til með það að menn næðu á réttum tíma og það svona var var dálítið flókið að fá það til að ganga upp allt saman. En keppendur okkar stóðu sér hins vegar frábærlega og við vorum með það ekki með næst flest verðlaun? Jú, við reyndar vorum í og urðum í 3. sæti með verðlaun núna. Það var Luxemburg tók flest verðlaun, þeir voru með stærri hóp en við og hafa verið að sækja því veðrið. Og svo var Kýpur í öðru og við í 3. Bara stutt á eftir Kýpur. Það er reyndar, þeir hafa nú oft unnið okkur undanfarið og sigur fram úr síðasta degi núna í verðlaunum talið. En þetta var flottur árangur hjá okkar fólki og náttúrulega aðeins mismunandi
það eru ákveðna greina sem alltaf keppt í en hérna, nú var til dæmis bogfimi í bara annað skipti frá upphaf á leikunum og þau stóðu sig mjög vel þeir keppendur. Og hjólreiðar voru að standa sig vel, það verið að hérna bæta umgjörðina og hérna það eru góð þróun í þeirri grein hjá okkur. En það er svona, þetta gekk upp og ofan, ég vissum að hérna liðin okkar bæði í körfu og blaki hefðu nú vilja standa sig enn betur en hérna það gengur ýmsu. Já, enda nú að taka hjá fólkinu okkar en við náðum þó að senda flest alla sterkustu keppendurinn okkar. Já, það voru aðrir náttúrulega að keppa svona aðris fólki sem voru að keppa annar staðar á sama tíma eða ekki? Jú, það voru langflestir með, það skaraðist hjá Anítu þannig að hún var ekki með og í körfunni að þá náttúrulega var kannski verið að prófa nýja leikmenn og gefa svona yngri kandidatum kost á að sanna sig sko. Það náttúrulega stutt í Evrópukeppnina og hérna sumir af okkar atvinnumönnum eru fastir ennþá í sínum deildum sko. Þetta var mjög gott tækifæri og hérna gaman fyrir þá að spreyta sig á þessu móti. Já, en þetta ekki, í fyrst skipti sem að þú ferðast svona út á svona stórmót? Nei, þetta hérna bara partur af minni vinnu að fylgja okkar keppendur eftir. Nú hérna, já, ég farið á smáþjóðleika frá 2007 og hérna og en gaman því þeir náttúrulega eru eins og sagði allir hérna á sinn fjarma og allir ólíkir. Og svo tekur bara næsta við þegar nú hérna Ólympíuhátíð Evrópu þau fram í júlí og það bara byrjar á morgun áframhaldandi undirbúningur fyrir það. Já, undirbúningur í kringu svona leika, það ekki, menn ekkert að taka bara eina viku í þetta allt árið sem fer í það ekki að undirbúa svona? Jú, það býsna langur fyrirvari og það einmitt, já, oft það árið fyrir þegar við verðum að festa ferðafyrirkomulag og taka frá sæti í flug, sko, það oft svona með fyrstu póstunum sem farið að huga að, svo náttúrulega þarf að velja fatnað og hérna, og svo heilmikið í kring og skráningarnar, koma til skila náttúrulega upplýsingum keppendur og hérna festa í greinar og vegabréfsupplýsingar og það allt sem að því fylgir. Þannig það töluverð vinna baki svona þáttöku og raunin eru smáþjóðleikar umfangsmesta verkefni sem ég að sinna því það náttúrulega langt flestu þáttakendurnir og svona flest handtöku í kringu það. Já. Þetta núna vorum með sko 137 keppendur í 10 íþróttagreinum og hérna milli 40 og 50 manns til aðstoðar, þjálfarar og fararstjórar eða flokkstjórar og hérna sjúkraþjálfarar. Svo ég með bæði sjúkraþjálfara, sálfræðing og lækni í teyminu til þess að aðstoða íþróttafólkið og hjálpa því eins og kostur er. Það svolítið, gaman að fylgjast með síðun ykkar Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands á Facebook og það meðal annars í svona ferðalegi ykkar langa. Það til dæmis mynda þér með ábyggla 100 og eitthvað töskum þar sem að þú ert einhvern veginn að vakta þær. Já, það eitt og annað sem kemur upp á. Nú, við lentum við því núna að þegar við mættum til Bologna að þá kom rúta sem að allir farþegarnir komast í en það var sko langt í frá að farangurinn kemist fyrir þannig að það varð úr að við sendum alla aðra en farastjórna með og við held að það endaði í 4 tíma bið eftir næstu rútu og svo þetta koma farangurinn til skila. En þessi smáþjóðleikar, þetta náttúrulega fyrirkomulagið á smáþjóðleikunum. Þetta ekki svona, þetta svona hart keyrt á þetta bara ein vika og þetta gengur rosalega hratt og vel fyrir sig alltaf. Jú, þetta ansi mikil keyrsla, sko. Við leggjum að stað á sunnudagsmorgni og fer allur dagurinn í ferðalag og svo á mánudegi þá eru keppendur að fara á æfingar og læra á samgöngukerfið og matafyrirkomulag og það allt saman.
mánudagskvöldi svo setningarhátíð og strax á þriðjudagsmorgni tekur keppni við í öllum greinum og það í langflestum greinum bara keppt alla daga og svo á laugardagskvöldi lokahátíð og svo fóru heim bara sunnudagsmorgni. Þannig að það langir dagar og mikið að vera. En það kannski ekki allir sem átt að segja á. Það nóg að snúast hjá okkur hjá ISÍ. Þið eruð ekki að sinna öllum sambandsaðilum og þetta eru mörg sambönd og þið hugsuðum allt íþróttafólki okkar að tryggja sig að geta keppt á sem flestum erlendis mótum og fleira, eða ekki? Jú, náttúrulega hjá ISÍ sendir náttúrulega á sínum vegum keppendur á ólympíska viðburði sem eru á smáþjóðleikar, ólympíuhátíð Evrópu, æskunnar, ólympíuleikar ungmenna og ólympíuleikar, vetrar og sumarleikar. Og náttúrulega afreksstarfið fer náttúrulega stærstu leyti fram hjá hverju sambandi fyrir sig, meðan við þá náttúrulega sendum á þessa leika í samráði við sérsamböndin og erum þá í tengslum við þau. Bæði náttúrulega getum við sótt til okkar styrki og við náttúrulega erum að leiðbeina þeim og aðstoða eins og hægt og það náttúrulega eins og núna á smáþjóðleikum þegar við erum að senda þetta stóran hóp að það náttúrulega það eitt og sér að hafa verið samskipti við 10 mismunandi sérsambönd bara heilmikið utanum allt sem að felst í því. Og nú og þau náttúrulega þau sinna sínu starfi og sinni grein hvert fyrir sig meðan við erum reglífin og reynum að aðstoða leiðbeina eins og hægt og svo náttúrulega þess fyrir utan ISÍ með bæði ýmis konar fræðslustarf í gangi, fyrirlestra, fyrirmyndafélagið og svo almennis viðburði sem að flestir þekkja, svo hjólaði vinnuna og kvennalaupið og lífslaupið og göngum í skólan og það ýmislegt sem okkar borði. Þannig að þið eru oft sveitt á skrifstofunni. Já, það alveg nóg. En þetta náttúrulega allt svo skemmtilegt og það bara gaman að taka þátt í þessu. Nákvæmlega. En að næstu ólympíuleikum, það má segja að árið í fyrra hafi verið eitt glæsilegasta íþróttár sem við höfum átt og árið þar undan það alltaf verið að bæta íþróttárangurinn. Getur 2017 toppa 2016? Þetta alveg ótrúlega, það eins og þetta sé engin stoppari á þessu. Já, við náttúrulega vonum það að við þróumst áfram og náum enn betri árangri. Þetta vissulega búið að vera sérlega glæsilegt á síðustu missurum. Og náttúrulega eru fleiri áður var þetta kannski helst handbolti sem var að standa sig og að komast inn á og standa sig á stórmótum, en nú bara fleiri greinar þarna að sækja sér veðrið og hafa verið að taka stór skref upp á við. Og það hefur verið bara vonandi framhald á því og nú náttúrulega frá þessu ári náttúrulega meiri peningar að koma inn í gegnum afræðssjóð og við náttúrulega vonum að það íti undir enn betri árangur og faglegri umgjörð hjá okkar sérsamböndum utanum afræðsfólkið okkar. Þú náttúrulega í þínum ferðalögum, þú væntanlega heyrti það ekki frá kollegum þínum frá öðrum sérsamböndum erlendis frá, hvernig Íslendingar ná að afreka þetta frábæra íþróttastarf sem í gangi, með við að sé ekki það mikli peningar inni? Jú, við erum reglulega að spurða því hvað við séum að gera. Já. Til að gera þetta mögulegt og það oftar en ekki bendum við á það góða starf sem okkar þjálfar eru að vinna og það náttúrulega mjög sérstakt hjá okkur að það eru nánast undantekningarlaust menntaði þjálfarar sem eru að þjálfa börnin okkar í íþróttum frá því að þau hefja æfingar og allarleið upp úr Ég held að það hljóti nú að vera einna lykil þáttunum í því hvernig okkur hefur gengið að byggja upp íþróttafólk. Nákvæmlega. Eru aðstæður á Íslandi, þeim fer náttúrulega alltaf batnandi en á sama tíma erlendis líka eða ekki að þeir eru náttúrulega sjálfur að
bæta aðstöður eða ekki? Jú, það hefur orðið heilmikil þróun hjá okkur og þar að halda vel á stöðurum áfram og byggja upp enn betri aðstöð til að þessi þróun geti haldið áfram. Það veitir ekkit af fleiri mannvirkjum, þannig hér á höfuðborgarsvæðinu náttúrulega þó nokkuð af mannvirkjum bara sprungin og farið að hafa hamlandi áhrif á vöxt nokkur að greina. Örvar Ólafsson, skulum hafa þetta lokaorðin í bili. Þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma. Það væntanlega nóg að gera á ykkur í sumar. Það, eins og þú veist að segja, það bara næsta verkefni að þér, það ekki, hvað sagður, Evrópa? Það Ólympíuhátíð Evrópa Eskunar. Það verður farið þangað núna í lok júlí, þannig að nú þarf maður að taka upp úr töskunum frá smáþjóðleikunum og þar að setja í gang næstu pöntun á fatnaði fyrir Ólympíuhátíðina. Það bara líf og fjör. Já, og þú þarft að passa allt sé rétt mert. Já, nákvæmlega. Það verður að passa upp á engar auglýsingar og rétt stærð og litir og allt það. Þannig að það eitt og annað. Já, nákvæmlega. Bestu þakkir og gleðilegt sumar. Takk fyrir það. Takk sem leiðis. Já, það þetta að fara inn á ISI.is og sjá allt hvað framöndan hjá Íþróttasambandi Íslands. Og það einnig Facebook síðan ISI Íþróttasamband Ísland inn á Facebook, Íþrótta-Ólympíusamband Íslands ISI, og það hægt að sjá alla starfsemina sem í gangi. Það alltaf nóg að snúast hjá þeim. En við ætlum að fara næst í motocrossið og línuna hér innan skams hann Sigurjón Snær Jónsson og við ætlum að fara fyrsta umferð Íslandsmótsins fer fram núna næstu helgi og svo var náttúrulega keppnin á Klaustur núna fyrir 2 vikur síðan, hann að fjörið byrja þar. Tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.